Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það er komin út bók sem er eftir Ívar Örn Katrínason og hún heitir Ég ætla að djamma þar til ég drefst, endurminningar. Svo vel til að Ívar Örn er hérna hjá mér og hefur þarna ekki tekist þetta ætlur að hlutur sitt að djamma þar til þú dræpist. Nei, ekki þannig. Þú reyndir? Ég reyndi, ég gaf mjög heiðlega tilraunir til þess. Já. En það má segja að ég hafi dáið sjálfum mér. Já. En þetta er, hérna, þú skrifar þetta og gefur þetta út og þú ert sögu hetjan, en þú ert ekki beintið, þetta er ekki hetjusaga. Já, það er önnur hetja í þessari sögu. Já. Og hérna, það er Jesús. Já. Sem ekki verða þinn. En þú tilleikar bókina mömmuðin eins og? Já, ég geri það. Herðu, en þetta er hérna ferðalag til helvítis, eða hvað? Þetta er það vissulega. Ferðalag langt inn í myrkrið og hérna ógeðslegt ofbeldi og ógeðslegan sársauka. Og þú varst í mikilli neyslu, en þú varst líka bara virkur í undirheimunum. Já. Þú varst að selja dóp og varst að berja fólk fyrir peninga. Já. Já, á tímabil sem að það var mikið ofbeldi og hérna, þetta er allt svona, þetta er svo mörg tímabil, þetta er svo langur tímabil það þegar ég var að brjótast inn og selja þýfi, tímabil þegar ég var bara að selja og svo handrökkuna tímabilið og svo byrjaði ég að smygla og byrjaði að flakka milli landa og þá var ég komið með aðra í að rukka fyrir mig. Já. Og hérna. En þú skrifar þessa bók af því að þú rataðir út. Já. Og ert líklega að segja öðrum sem er á svipuðum stað í ömurlegri myrkrakompu helvítis að það sé til leið út. Já, ég byrjaði ekki að skrifa bók. Ég byrjaði að skrifa til að takast á við áfallastreituröskun. Það var mér var ráðlagt það af prestinum hann upp á Hvolsvelli. Og mamma ákvað að gera það sama á sama tíma. Og þannig að Þú ert á sinni áfallastreitu og þú ert áfallið eða? Já, ég og Rikki, bróðir, Stormur, höfum náttúrulega bara verið mikið áhyggjuefni fyrir henni í gegnum árin. En þá byrjaði ég að skrifa bara til að takast á við þetta og vera að lesa fyrir mömmu svona annars slagið og hún segir mig, Ívar, þú verður bara að skrifa bók. Og þannig að ég held áfram að skrifa í þeim stíl, eða fattaru, bara koma þessu öllu út og þegar þetta fer að svona, lítið út fyrir að geta orðið bók, þá stingur mamma upp að við tölum við Friðrik Erlingsson, hann setti vinuna mömmu og býr á Hvolsvelli og ég sýndi honum og honum leist rosalega vel á þetta og hann hvatti mig áfram, las yfir tvisvar þegar hún var komin í svona loka mynd og það var svakalegur stuðningur og mikil hvatning En þú gefur þetta út sjálfur, reyndur að fá aðra til að gefa þetta út? Já, ég sendi hana á forlagið, þeir sögðu nei og sendi hana á Bjartu veröld og þeir sögðu nei og eftir það ákvað ég að gefa hana út sjálfur. Og svo er nei svona því að það komu engar svona sögur það er búið að segja þær oft og það er engin á þessu Ívar minn finni leið til helvítis eða hvað Nei, reyndar voru þeir ekki alveg svona hreinskilnir mig sko en þeir gefa sér það að þurfi ekki að svara af hverju þeir segja nei. En áður en að þú segir okkur hvernig þú rataðir út hvernig rataðir þú þarna inn? Sko Allt þetta fyrir þér að liggja, ertu? Nei, ég kem bara úr heilbrigðri fjölskyldu þannig séð sko pabbi alkohólisti en það bar aldrei mikið á því hann er svona gæi sem að drakk bara eftir vinnu og mætti alltaf í vinnu en svo skilja þau og mamma kynnist öðrum manni sem er ekki alkohólisti og það er meiri hlutin að minni æsku og en af einhverjum ástæðum það hafi ég alltaf rosalega mikinn áhuga á þessu myrkri bæði þungarokk þá bara strax mjög snemma ég hlusta á það og Slayer og Djöfla stjörnurnar og allt þetta
En svo var það moment sem að bók rataði í hendunar á mér á bókasafninu í Lækjarskóla í Hafnarfirðinum sem heit Flóttinn frá raunveruleikanum og þar farið yfir öll fíkniefni sem voru í boði á þeim tíma, yfir í uppruna, yfir í sko framleiðslu, yfir í áhrifin, yfir í eftirkaustin og allt saman og mér fannst það bara geðveikt spennandi. Og last þetta bara eins og matseðil? Ég stal henni sko, tók hana heim og... Og ætlaði bara að krossa við og pröfuð allt saman? Já, ég var búin að ákveða það. Hvað er það gaman þá? 10 ára. 10 ára? Já. Þá var ég búin að ákveða að ég ætla að... En af hverju heldur að þú hugsið svona því að kannski 10 ára sem að sér þessa bók leysa hvað nárinni? Ég bara veit það ekki, sko, veist, og mér er svona, veist, ég hugsa tilbaka bara, veist, það er bara, ok, það er svo skrattin að við ætla með stóra hluti, sko, strax þarna snemma og hérna... Ferðu ungur í neyslu? 11 ára. 11 ára? Já. Sem að þykir ungt í dag? Já, einmitt. Og þykir kannski, það, jú, líka áður? Já, og veist, það var einhvern veginn... Og hvað á í hvernig neyslu? Hass, cannabis og hérna... Hvernig fær 11 ára barn hass? Frá eldri úlingum bara þarna á þessum tíma. Það var inn í Hafnarfirði þessi árgangur var svolítið sérstakur. Það voru allir reykjandi hass, svona, veist, alltaf stór hluti af hérna krökkunum á mínum árgang í öllum skólum þarna voru í þessu, vildu prófa. Og hvaða ár er þetta? Hvaða ár er þú 11 ára? Ég er fæddur 82. 93? Já, 93. Og hérna, svo er ég bara í hassi og drykkju þar til ég er 16 ára. Og hvernig gekk þér í skóla? Gekk vel, þangað til ég nennti ekki að læra lengur. Kennari sagði ég væri fyrirmyndanemandi og hérna, en svo í Lækjarskóla hérna, á þessum tíma var samfélagið þessara kennara dálítið útbrunnið eða fattaru, það var, ég mátti sofa í flestum tímum og hérna, og fekk kannski ekki hvatninguna sem ég hefði þurft. Þannig að ég eyddi mínu tíma að hérna, tekna djöflastjörnur eða Maríanna Lauf eða skrifa ykkur að texta eða eitthvað og hérna, og beið bara eftir ég var með 0 í mætingu til dæmis í 10. bekk. Þarna varst ekki orðin díler, þannig varst ekki að hvernig fjármagnaru neysluna? Sko... Eða var hún kannski ekkert svo umtalsvert eins og seinna var svo? Nei, þetta var ekkert þannig, skilur, en við vorum að reykja, skilur, og það voru allir að reykja og það var verið að selja í kringum mig og það voru pípur, það var verið að rétta pípur á milli, skilur. Í grunnskólanum? Já, í hérna, og heimahúsum sem við vorum í, sko. Og hérna, og... Myndirðu segja að þú hefur verið orðin vímuefna sjúklingur þannig? Já. Eða var þetta bara tilraunamennska? Þú veist bara orðin háður þessu? Já, ég var bara hugsjúkur. Það komst ekkert annað að, heldur en þetta. Ég hlakkaði bara til næstu helgarinnar og þá fengið okkur í glas og keyptum þess að lítra landa eða eitthvað. Og bæði það því að þú ert háður efninu en líka einhvern veginn eins og þú varst að lýsa áðan eins og þetta sé bara einhver heimur sem þið langar að fara inn í. Mér fannst hann heillandi og hérna og ef ég sá, liðið eitthvað gæjan í bíómyndinni, dettand út af barnum hérna, blint fullum eitthvað skvísu og hangandi utan hálsinn á sér, það var minn maður, sko. Ég ætlaði að vera hann. Ætlaði að vera vondikallinn í bíó, svarta hattin, eins og var í kúrikamyndunum gælanda, það var eins og með svarta hattin voru... Já, mér fannst þetta bad boy dæmi bara að vera cool. Ok, hvað gerir svo eftir 16 ára? Eftir 16 ára þá sendi mamma mig til New York til að búa með stjúpbróðum mínum. Því þetta sem hún hélt að væri bara tímabil og var ekki að líða yfir. Og hún hafði áhyggjur af félagsskapinu sem ég var komin í og býði mig það að flytja til stjúpbróðum minns til New York sem heitir Eiður Snorri og hann og félag hans eru leikstjórar. Einar Snorri og Eiður Snorri? Já, akkurat. Og þá ég flytti til hans og fara að aðstoða hann í því sem hann er að gera og ég geri það og er honum þarna til handar en þar tekur við harðari neysla hjá mér og fljótlega fara ég og Eiður að svona fjarlægast og ég kem tilbaka 3 ára seinna þarna með stærri og verri fíkn. Í hvað þá? Kókaín, ecstasy,
aðalega mest kókaín og og einhvern veginn var það ekkert rætt, það er eins og fólk hafi ekki almennilega átt að segja á því hvað verið í gangi og ég faldi þetta svona eins mikið og ég gat og Eiður var líka bara 27 ára á þessum tíma þegar ég flytti út og hann var bara í sínu, hann var ekki í einu föðuhlutverki og en ég kem svo tilbaka með þessa fíkn og þá eru félagarnir búin að byrja að díla og ég sé það var svona mest heillandi starfið sem að mér bauðst á þessum tíma og þá var ég farin að selja dóp. Og flytja inn sjálfur? Eða varstu Það er mörgum ára seinna. Já, þú varst að selja það sem aðrir fluttu inn? Og svona neðarlega í bara eins neðarlega og gerist sko. En svo og nota hluta efninu sjálfur? Já. Bara fjármagna þína eigin neyslu? Já, en svo ég byrjar að gera tónlist og þá tekur við tónlistatímabil hjá mér. Byrjar að gera raftónlist og ég kem heim 19, að vera 20, svo 23 ára þá gef ég út plötu. Dr. Mr. Handsome og við slóum vel í gegn á þeim stutta tíma sem við vorum í gangi. Þetta var rúmt ár og en eftir það hrun í rauninni hjá mér ég dópaði mig bara gjörsamlega í köku þá ákvað ég að snúa mér alfarið að selja dóp En þegar þú dópaði í köku, hvað er það? Það er bara, ég var svo illa farin að, ég til dæmis eftir Dr. Mr. Svona kókaín og spýtti og örvandana? Já, vöku og bara, næringarlaus og bara, kvíðinn og bara illa farin út brunnin. Og Hvar ertu þá? Hvar býrðu og hvað ertu í neyslunni? Ég var í rauninni heimilislaus mest allan tíman þegar ég var til dæmis í Dr. Mr. Handsome. Þá var ég bara, þá flakkaði ég bara milli sófa en eftir að ég, eins og ég sagði, brenni upp þarna eftir það dæmi þá flytti ég út til Danmerkur, ég flý Ísland því að ég meikaði ekki athyglina og jafnaði mig þar í svona ár, cirka. Kem tilbaka, ætla mér að vera á beinabrautinni. Þú varst ekki á beinabrautinni í Danmörku, eða? Jú. Já. Ég er þar... Á þess að fara í meðferð eða hvað? Já, ég flutti bara út og vann í smíðavinnu þarna í eitthvað hálft ár og bara drakst bjór og... Já, svo hálfu ári inn í Danmörku ferðina, þá byrjaði ég að fá mér í glas og kom eitthvað kókaín inn, en þetta fór ekkert úr böndunum. En af hverju getur það þegar þú ert eiginlega bara að veslast upp af vímuefnaneyslu og svo ferðu bara í annað umhverfi og þá getur þú næstu því bara utanfrá séð lúkka bara eins og venjulegur maður? Góð spurning. Já, ég veit það ekki. Það bara, svoleiðis var það bara. Ég var líka á okkur nefa skilur, ég ætlaði ekki að fara aftur á sama staðinn og ég var að vinna í einhverju smíðavinnu og hafði vissa rútínu, það hefur kannski hjálpað. En þá varstu að lifa lífi sem er óeftirsóknarvert miðað við hvernig þú varst búin að vera alveg frá 10 ára aldri. Já, algjörlega. Þetta er bara streit leiðilegur gaur. Mér hundleittist það Mér hundleittist það. Það er svo leiðið og en það endist ég ekkert lengi í því. Kem svo til Íslands, held mér á streiki þar í dálítinn tíma fyrir að vinna sem meðferðarfulltrúi hjá Mumma í götusmiðjunni. Þóttu sér ekki alveg edrú? Jú, þá verð ég edrú aftur og vinn hjá honum sem meðferðarfulltrúi í smá stund, dett í það, ræni 11 og það var byrjunin á þessu glæpa. Ræna er að bara að koma vopnaður inn og taka hittir að brjótast inn. Já, ég og félagi minn bara ruddust inn með hnífa og bara ætluðum að taka smá uppbytun fyrir bankarann. Það var hugmyndin þá á þessu glæsilega fyllir í okkar og hefum 3.500 krónur upp úr því gigi. En Það er tekinn og dæmdur? Já. Tekinn og en ekki dæmdur strax, ég var dæmdur
Þetta var tekið inn í dóm sem ég fekk síðar fyrir skotárás og að berja löggu. Nú það svona, eitthvað starf þetta kallað svona siðferðislegt niðurbrot. Já. Og það svona að þú stígur yfir eitthvað tröskuld, beitir eitthvað ofbeldi og þá auðveldara fyrir að gera það aftur og þú rænir 10-11 þá auðveldara fyrir að gera eitthvað sambarlegt aftur. Algjörlega og ég man alveg eftir mómenti þar sem að ég, þar sem ég hafi farið alltaf illa með einn gæja og ég var að þrífa mér hendurnar í vaskinum, þrífa blóðið á höndunum á mér og ég horfði í augun á mér og mér fannst ég pínlítið vera að kveðja sjálf á mig. Mjög dramatískt moment. Að í þessu svona niðurleiðinu að þú skilið þið eftir? Já, ég hafði farið yfir við strik sem að mér fannst það óþægilegt en ég var bara svo týndur. Ég var svo gjörsamlega týndur. Það var svona eins og að þú sett að skilja eftir kannski sakleysi því 8 ára gamlan sem maður myndi aldrei vilja hafa endað í þessari stöðu. Já. Þú ákveður sjálfur að halda áfram og þar með skilur þið eftir. Já. Sem að svona ef það er hrein samviska í okkur. Já, akkurat. Hvað ertu þá eftir þegar þú búin að skilja hann eftir? Þá ertu bara einhver andstyggilegur maður. Já. Og það var ár sem að ég gekk bara frekar vondu gæi, sko. Og og það var bara ekkert sniðugt að vera í kringum mig. Þessi betur fyrir var ég handtekinn. Það bjargaði mér gjörsamlega. Ég var handtekinn síðan, þegar þessi siðferðislega hnignun byrjar ört að fara niður. Hvað ertu að gera á þessum tíma? Ertu þá díler? Þá er ég díler og að rukka. Fyrir eitthvað? Fyrir hinn og þennan og sjálf á mig. Já, það sem voru ekki að borga. Og þar gildi líklega bara sama og ef þú væri bara hermaður eða lögga eða eitthvað, það eru bara inn í þessu kerfi það þannig að þú mátt beita ofbeldi. Já. Að þú tandrukkari og ég má bara fara þannig inn og ég má berja þennan að því hann skuldar Jóa penning. Já, að því það er búið að segja ég borga svo oft og svo er búið að ljúga og svo er búið að bulla og svo er maður í því, svo fyrir maður að taka því persónulega, skilur við, og svo fyrir þetta að hafa áhrif á stolti á þér og það er margt í þessu en ég afsaka þetta fyrir sjálfum mér alltaf þannig að þetta veri bara business. Já, ef ég myndi ekki gera þetta þá myndi bara hvernig að gera það. Já, og líka sá sem að skuldar, hann gekkst inn á það ef hann borgaði ekki þá kæmi ég og myndi berja hann. Já, einmitt. Þetta er bara önnur lögumál sem að gilda. Önnur lögumál sem gilda. Og en það þarf samt veikan mann til að sinna þessu jobbi. Eitthvað sem hefur yfirgefið drenginn í sér. Já, akkurat. En þú ert handtekinn og það bergaði þér? Það bergaði mér. Ég var handtekinn á aðfangadag 2010 fyrir að skjóta hús. Skjóta hús? Hvað er það? Skjóta á hús. Já, til að rukka það? Já. Bara til að sýna ykkur ógn? Já, ég ætla að opna hurðina með haglabyssu. Og Fá þess að vita hver var inni það? Ég var svo, þetta var, það sem fylgdi líka þessari hnignun hjá mér var svakalegt Rivotril át. Og hvað er það? Það er flóðveikislyf sem að gjörsamlega sviptir í samvisku. Algjörlega sviptir í samvisku og það eru, á tímabili held ég að hafa verið 80% fang á Litla-Hrauni eða eitthvað sem voru á þessu lyfi þegar þeir gerðu sín brot. Þetta var eitthvað svakaleg tala, ég man ekki hvað var. Og Þetta er bara lyf sem þú tekur inn til þess að geta framið eitthvað sem að stríðir eiginlega gegn siðferðisvitundinni. Já, í rauninni sko, ómeðvitað tók ég það til þess. Það er áhrifin sem það hefur en ég var ekki að gera það til þess að fá þau áhrif. En það var þannig og ég er handtekinn og sem bara betur fer. Það er 80 moment þar sem ég vaknaði aðeins til lífsins og inn í fangelsi? Inn í fangelsi. Eða inn í gæsluvarðhaldi? Ég var mjög feginn að vera tekinn. Ég svaf allan tíman bara í einangrun, ég var í 10 daga þar. Ég var bara feginn að sjá bara heitt rúm, engan síma og bara komast burt frá þessu öllu saman. Og er svo dæmdur í gæsluvarðhald og já, á þarna mómentar sem ég hugsaði með mér, ég var ekki, ofbeldi er ekki fyrir mig, ég bara vil ekki koma nálægt því. En ég ætlaði samt að taka undirheiman og sigra það. Það var ennþá það sem ég ætlaði mér. Ég ætlaði mér að rísa upp á meðtíma
það var planið sem ég gerði þarna inni. Já, það var planið að þú ætlaði bara að koma þér ofar í píramídan, þar sem þú þarf ekki að vera að beita ofbeldi, en þú getur sigað öðrum til þess. Já. Þetta er ekki beint svona siðferðislegu upp af, Nei, þetta er ekki stórt skref upp á við í siðferðislegu málum. Nei, þetta er eiginlega niður á við. Þetta er sannleikurinn. Þannig að þú ert inn í gæslu, því að það tekur alltaf tíma að vera dæmdur, eða ekki? Já, 3 mánuðir. Sem að líður frá því að þú kemur út úr gæslinu, þá ertu dæmdur, og hvað varstu dæmdur í langt fangelsi? Ég var dæmdur í 2 ár. Og sastu inni af, hvað var því? 2/3. Og ég var... Þá hefur verið búið með annan dóm áður, fyrst það er bara 2/3. Já, hálft fyrst. Þú átt að geta fengið helming, en ekki fyrir ofbeldisbrot. Já, því að þú varst dæmdur í leiðinni fyrir hitt. Ég var dæmdur fyrir sko að berja löggu sama dag og ég var handtekinn. Og svo var ég dæmdur fyrir vopnarán líka. Og hvað sastu inni? Á Litlarunni og á Bitru, þegar það var. Og hvernig var það? Varstu að reyna að vera edrú? Já, ég byrjaði á því að vera að brugga þarna eitthvað með strákunum sem voru þarna inni. En ég nefndi því síðan ekki og fór í skóla. Og tók 2 annir og 1 í annaninni og sendi því aðeins eftir ég kom á vendina líka. Þannig að utanfrá síðan leit út fyrir að þetta væri svona eitthvað sem ætlaði að taka sig á, en þú ætlaði ekki með það plan, þú ætlaði að fara og vinna þau upp í undirnáminu. Já, ég ætlaði að fara og selja dóp. Ég kærði mig ekki með að vera í þessu ofbeldi, en ég ætlaði bara að selja og smygla dóp. Og fórst í það? Já. Og hvernig gekk það? Gekk vel, stund, þangað til að ég datt síðan bara svo harkalega í það. Það var alltaf í rauninni það sem að bjargaði mér í rauninni frá því að meika sem einhver dópsali var djammið. Því að ég var á leiðinni. Supply on your own supply, eins og þetta sem maður aldrei gera. Já, akkurat. Og það verður ekki dílar, hann vinnur sig ekki upp ef hann er að nota efni mikið sjálfur. Nei, ég meina, þeir sem eru skipulegir alltaf að fara vera skrifun á undan þeir, sko. En varst þú að smygla sjálfur einn? Já. En er þetta ekki þannig markaður að hann er eiginlega skipt á milli, þetta er svona fákeppnismarkaður eins og allir markaður á Íslandi? Er það hvað? Þetta er svona fákeppnismarkaður. Það eru einhverjir svona sem eru stórir á honum. Og þegar þú kemur inn með eitthvað nýtt efni einhvers staðar, að þá er oft sko bara skvílað og þú ert handtekinn af því það eru þeir sem eru með svona stærri fiskar í þessari tjörn, að þeir hafa tengslinn í lögguna og gefa þeim svona smá fiska eins og... Jú, það er alveg eitthvað það, en ég held að sé minna heldur en að fólk heldur. Já, ég held það. En það hefur alveg verið svoleiðis. En innflutningur, heldur það að sé drifin áfram af svona mönnum eins og þú varst? Eða heldur það að sé skipulegra? Það er bæði bara held ég. Ég held að sé allir gangur að því. Mættur þú segja mér það, gæti að þú myndir lýsa hvernig undirheimarnir eru, gætur þú sett sjálf að því hættu? Já, ég myndi aldrei fara að benda á einn eða neitt, skilur, og í rauninni er ég ekkert að segja neitt sem er nú ekki alvitað, fattar þú? Ég er ekkert að fara að benda á neina starfsemi, skilur, en ég get sagt frá því hvernig ég gerir hlutina. En þú flyttur inn, og hvað varst að flytja inn? Ég var að flytja inn Oxy og Crystal Meth mest. Og hvað kaupir það? Ég keypti allt á Spáni. Og flyttur það sjálfur inn eða ferðu burðardýr til þess? Já, ég gerði bæði. Og svo selur þetta og það er mikil peningar? Já, jú, það er það. Og þetta er bara fullt af peningum tíma? Já, þetta voru svona tímabil, það sem þetta var allt á því hvar ég var í neyslunni, skilur við. En svo var það bara þannig að svona easy money, ég bar bara enga virðingu fyrir þessu peningum. Ég eyddi bara umfram, eyddi bara eins á sami tíma að koma inn í rauninni. Það sem kemur auðvitað inn að það fyrir auðvitað út eins og sagt er. Hvað, svo keyrir einhvers staðar á einhvern vegg, þetta gengur ekki upp? Já, svo í rauninni var þetta bara orðið þannig að ég var bara hættur að vinna. Ég var bara að nota. Og hægt og rólega þá, já, það var bara komið það moment þar sem ég var bara með sprautuna. Og sprautu hverju í þig? Amfetamíni.
að rembast við að halda ykkur á lofti sem að gekk ekki neitt og í alveg ótrúlega langan tíma þroskaðist ég í því ógeði að reyna að halda bæði, sko, ég var mest í sprautufíkn sem ég þekkti að reyna að vera það og að reyna að gera hitt og að reyna að gera tónlist og bara, veist, með hausinn gessulega í graut gessulega molna niður alla daga, fattar ég. Að reyna að halda utan eitthvað en bara vera algjörlega ófæri það. Ég bara að fá það úr spinni. Já, bara í þroti alla daga. En samt að þroskast einhvern veginn. Af því að ég sá ekki leiðin út. Ég var raunin búin að gefast upp. En svo lítur að klára efnið þitt sem að þú áttir. En ert með þessa feiknanlegu fíkn. Hvað gerur þá? Það var bara innbrot aftur. Farin að brjótast inn, selja þýfi og bara, veist, já, til að halda þessu gangandi. Hann bara aftur komin allan niður, skilur. Þú varst eiginlega of mikill fíkill til þess að geta haldið einu. Já. Og hvað það langur tími þar sem þú ert eiginlega, fársjúkur sprautufíkill? Það 3 ár. 3 ár? Já, 3 ár sem að ég hélt að ég myndi ekki lifa af. Nei, þú lítur að gengi svolítið nærriðir með því. Þetta ekki gengið nærrið bara heilsulega. Já. Þú lítur að hafa verið fullt af einhverjum sýkingum og þú lítur að hafa verið helviti mjór. Ég var mjög mjór, fekk aldrei sýkingu en deildi aldrei nál, kannski þess vegna sloppið við það. Og en... Þú lítur að séð marga deyja? Eða þú veist ekki kannski séð á deyja en margir sem að þú varst í neyslu með sem að hurfu bara? Bara fleiri heldur en ég, já, mjög margir. Það var mjög margir. Og sérstaklega eftir að mitt morfíni og fentanyl og allt þetta dót byrjaði að vera allsráðandi. Já, notaði þú það? Ég átti 3 mánuði í morfíni sem að gersamlega rústaði mér, hann ég hætti. Já. En annars varstu meira og minna í spýti? Já, það sem bjargaði mínu lífi í rauninu var að ég notaði bara spýt. Já. Annars verið ég döður, það alveg á hreinu. Ok, þegar þú ert svona hvað vestur og þú vaknar hvar? Einhvers staðar? Þegar ég er vestur? Já, þú ert hvað vestur, þessu 3 árum svo þetta lýsa. Þá er ég bara að velta fyrir mér að þú ert að vakna einhvers staðar og hvað ertu þá? Ertu bara hér og þar? Hér og þar, á tímabili, svo í lokin að byggum við öll saman í húsi, hvað heitir þetta? Já, við leiðum öll saman hús, vorum öll í þvílíku rugli og ég leiði þar með bróðum mínum. Og sem hefur fylltir í þessari neyslu, sem nefndur hann áðan. Já, sem hefur gert það. Og en það sem að gerði útslagi hjá mér... Náði hann að komast út? Já, hann fór að hálfu ára eftir mér og er ennþá að standa sig. Já, og lítur það stuðningur fyrir þig að því? Já. Það stundum sagt að sko á vímuefnasýki gengur í ættir en batinn líka sko. Já, akkurat. Það getur verið félagslegt líka. Já, einmitt, já, glæsilegt og mamma fekk strákana sína báða aftur á sama árinu. En þegar maður vaknar svona, hver er hugsunin þegar þú labbar út í daginn? Það er bara að finna pening fyrir... Hugsunin er náttúrulega bara að fá sér, það er að fyrsta sem ég hugsaði að því að mér leið alveg, þetta er svo brenglað að sko, það sem var að drepa mig var í mínum huga að laga mig þannig að ég fekk mig meira og þegar mér leiði eins og ég væri að deyja þá fekk ég mig samt meira til að laga mig það verður einhver klikkun einhver brenglun þarna til og ég meina þarna á tímabili þá gæti ég varla að labba yfir götuna, skilur ég átti alveg þannig tímabil sem ég þurfti bara að hafa vegg við hliðina á mér, sko, því annars ég vissi ekki hvort ég var að fara að hrynja niður eða ekki, sko. Og ótrúlega þá, hélt ég lífi í gegnum harða neyslu þarna senastu 3 árin. Þú lifir þarna í þessu samfélagi sem við erum með svona, frá okkar sjónarhóli ertu bara svo draugur á götunum. Og hvernig leit þú á samfélagið? Sem þetta væri bara einhverju... Ég var bara á annarri plánetu. Það er málið. Og bara tengir ekki við þessa streitara? Ég forðaðist það bara algjörlega. Ég var bara skítræddur og allt venjulegt. Skilur, því ég vissi alveg hvað ég var óvinnulegur. Mér leiði eins og geimveru. Mér leiði eins og ég ætti ekki heima þarna. Já, enda hvergi velkominn?
Nei, í rauninni ekki. Og bara... Það séð bara í augunum á fólki, þú veit að koma í apóteki að kaupa nálar og sérðu það náttúrulega bara að fólk er svona hálfsmeykt við þig. Já, akkurat. Og vill bara að þú farir fyrst í burtu. Já, einmitt. Það er mjög óþægilegt. Já. Herðu, en hvernig endaði þetta? Þetta endaði þannig að... Þú komið svolítið nálægt okkur í tíma, þú þannig nefndir 2010 og þetta varst eftir mjög erfiðan tíma og... Sko, þessi ár hjá mér, það er mjög erfitt að gera mig grein fyrir því hvaða ár, hvað gerðist, sko. En ég get sagt þér frá því hvernig það endaði. John Lennon talaði eins og 2,5 ár sem Lost Weekend. Já, einmitt. Það er svona, það getur runnið saman. Já, þetta er svona mest bara daginn, skilur við. En ég lendi í því, var svo blessunarlega lamin. Og ég var settur upp af hópa fólki sem að, ég var því meirindagjörðum að ná mér í krukka af amfetamíni í dimmu portíðinni í Reykjavík og var settur upp af að sátu fyrir mér hópar af fólki sem helmingurum af þeim sem ég leita á sem vini mína og ég var lamin og það einhvern veginn, ég bara gleymi ekki þegar ég var þetta var að gerast og ég horfi á þetta að mér finnst frá fjarska fannst þau öll svo ógeðsleg og mér fannst þetta svo sorglegt að svona væri komið fyrir mér hvað ég var að gera þarna bara að koma einhver rödd í hausinn á mér bara ég var nú er það búið, nú er það komið gott og stoltið var brotið skilur, ég held að það hefði loksins brotnað þetta á þessum mómenti og ég slapp mjög vel ég hafði brákað rifbein en það sást annars ekkert á mér og svo daginn eftir hringi ég á Vog og fekk pláss innan 3 daga minnum mig. Þegar þú segir að helmingurinn af fólkinu sem að satt fyrir þér og litið á sem vini þína. Það er stundum þannig að þegar fólk er að hugsa sprautufíkla og svona þá svona ætlar því fólki eiginlega enga svona venjulega tilfinningar. Þetta er til dæmis talað að fólk er að kannski ástfangið og eitthvað hlera. En þá er svona látið líta út að það sé raunverulega bara viðskipti. Og þegar að deilan er krukku af amfetamíni þá er engin vinur. Nei, vináttan er ódýr á þessum stað. En er það samt þannig að séu bara engar svona mannlega tilfinningar í... Nei, það er ekki þannig. Nei, það er alveg raunveruleg vinasambönd og jafnvel þó að svika í þessi stað. En fíknin getur bara verið svolítið sterk og hún getur breytt yfir. Þannig að þegar þú sveikst vinnin þá fannstu alveg fyrir því að þú varst að svíkja vinnin. Það var ekki þannig að þú væri orðin alveg tilfinningarlega dauður. En nógu daufur til þess að geta gert það. En þú fannst alveg fyrir því samt. Já, ég átti þannig moment, alveg definitely. Það sem að mér leið mjög illa yfir því að vera að gera það sem ég var að gera. En ég gerði það samt. Þetta er bara biblíunni sko. Ég ætla að segja að það góða sem ég vil að gera ég ekki, en það sem vonda sem ég vil ekki, það ger ég. Þannig að þú fórst upp á Vog. Og svo bara happy go lucky. Sko, það má segja það sko, ég átti ótrúlega góða daga en það var miklar umbreytingar frá því að farið þar inn senast. Þú náttúrulega hlýtur að hafa verið algjörlega steiktur. Já, ég svaf straight í 4 sólarhringa þegar ég gat farið að mæta á eitthvað dagskrá og gjörsamlega steiktur á því, alveg rétt. Tilfinningarlega frosin. En mér leið samt pínlítið eins og ég hefði verið að lifa af flugslys. Það var þakklæti í mér fyrir að vera á lífi. Og ég var mjög meir yfir öllu. Og svo er það nokkrum dögum síðar þegar ég er komin inn til, að ég útskrifast á Vogi, ég var bara 10 daga. Og svo er ég komin í sveitina til mömmu að þá byrjar samviskan að koma og þá byrjar tárin og þá byrjar köllin það sem að ég átti þarna mómentar sem að ég viðurkenndi bara fyrir honum uppi að ég bara ræði ekki við þetta og sem hún gerði náttúrulega ekki, þú varst náttúrulega alveg ófær að taka bara ráða við það tilfinningar sem hann gangi í gegnum þig. Ég hafði reynt að fylla hjarta á mér með öllum þeim skít sem heimurinn verið upp á að bjóða. En ekkert hafði veitt mig frið. Ekkert hafði
veitt með ró. Það var allt falskt. En þangað til að ég talaði við hann og ég átti þarna nokkra mánuði sem að þetta voru bara tár og skömm og og þetta rann allt saman einhvern veginn upp fyrir mér en á sama tíma frelsi. En eitt að tala við Guð en svo annað ef hann svarar. Svaraði hann þér? Hann svaraði mér. Hann gerði það. Hann svaraði mér með frið í hjarta sem að ég hef aldrei upplifað áður. Þannig þú upplifðir eins og þau væri fyrirgefð? Já, mér upplifði það. Og stærsta skrefið var náttúrulega að fara að fyrirgefa sjálfum sér eftir þetta allt saman. Það vinna. En ég sé mig sem mann á réttri leið. Já. Hvað langt þetta var? Það rúmt ár. 13 mánuðir. Finnst þér þú sett búin að ná þér? Þú lítur nú svona, þú ert ekki allavega grindtóraður. Nei. Já, mér finnst ég vera réttri leið og mér finnst ég vera búin að ná svakalegum árangri og en það baráttan ekki að enda. Baráttan aldrei að enda. En með Jesú í hjartanu þá upplífi ég ekki fíkn. Það kraftaverk. Að hafa fengið lausn á þessu risastóra vandamáli sem að ég búin að berjast við frá að ég var krakki. Og alls konar þráhyggjan fyrir því að meika þessum dópsali skilur sem að komst næst í að drepa mig á eftir dópinu. Þú hættu því? Já. Já, ég hættu því. Það var algjört lykilatriði. Hvernig gekk þér að koma út í samfélaginu? Nú er þú búin að vera stíga yfir alla þessa þröskulda og það er líka gagnvart öðru fólki og okkur fleira. Þannig að þú er búin að eyðileggja traust gagnvart flestum líklega. Hvernig hefur gengið að rata út í samfélagið aftur? Ég náttúrulega bara ótrúlega blessaður með fjölskyldu. Já. Þau tóku mér mamma hleypti mér á heimilið sitt aftur eftir ég kom út á vegi og þau hafa öll bara þau hafa haldið mér gangandi í gegnum þetta stuðningurinn frá þeim og það hefur bara gengið mjög vel. Ég elska að búa á Hvolsvelli til dæmis að vera ekki inn í Reykjavík. Fyrir mér Reykjavík brunar rústirnar eftir þetta allt saman og að fá að upplifa það að vera bara venjulegu gæi þarna á Hvolsvelli. Ég vinn í sveitabúð systur minnar og bara Ívar í Unnu, skilur við, sveitabúðin Unna. Og allir hafa tekið mér ótrúlega vel. En ertu viðkvæmur fyrir því að vera á stöðum þar sem þú varst í neyslu hér? Finnur þú þá? Mér finnst ekkert sérstaklega þægilegt að koma í bæinn. En væri það þannig að þú væri á einhverjum stað þar sem að þú hefur áður verið í neyslu? Þar sem þú raunverulega varst að upplifa bara hörmungar? Er það einhver leitið að það ástand kalli á þig? Svona eins og að koma inn í myrkrinu, komdu aftur. Nei, alls ekki. Þú upplifir að þú sett laus? Ég laus, ég svo hræddur við þetta líka. Frjáls. Ég bara skítlamandi hræddur við þetta myrkur. Af því að, ég hef búin að bragða biturleika syndarinnar, drekka hann á stút og upplifa kuldan og að fá svo að koma út frá því inn í hlífuna að ég held fast í það. En nú er þetta svolítið mikið týndur sauður af því þú lýsir þessu þannig að þú hefur bara verið 10 ára þegar þú vilja ákveður að fara okkur refilstígu. Já. Þannig að þú hefur aldrei verið hinum einn Nei. Og mannst alltaf eftir þér. Þannig að þú þarf eiginlega bara að semja þig upp á nýtt. Það rétt. Algjörlega. Þetta einmitt málið, að púsla mér aftur saman, ég að púsla mér, þetta allt nýtt fyrir mér. Ég fyrsta fullorðins útgáfan af sjálfum mér, til dæmis, sem að líði vel. Ég og ég að gera allt, finnst mér í fyrsta sinn, sem þessi maður, sem ég að verða. Og líður nú vel til þess að skrifa svo sögu? Já, og ég ákvað að stíga bara inn í það að opinbera bara algjörlega allt saman. Já.
og ég geri það sem þakklátur þeim sem bjargaði mér, Jesú Krist og og þess vegna mæti ég hingað sem mér finnst ekkert sérstaklega þægilegt sko, að sitja hérna og tala með þessu hluti en ég vil gera það. En ertu ekki í 12 samtökum og slíku? Nei. En ertu í kirkju? Já. Hvaða kirkju? Já, ég í mínum heimahóp bara. Ég í 2 heimahópum, eitt sem í Borg og einn annar sem á Hvolsvelli. Sem fólk sem að reyna að beita lífsitt með hjálp? Já, bara hópar af yndislegum einstaklingum sem vilja hittast og lofa Jesú og Einhvern tímann var sagt að það er frábært að hafa farið til helvítis sem að ratar aftur út. Já. Og þetta er kannski til þess að segja að það stundu getur ömuleg lífsreynsla einhvern veginn, að þú náttúrulega hefur ekki aðra reynslu, þannig að þú ert bara það sem þú ert. En hvað með þessa reynslu sem þú gengur með? Hvað? Það er einmitt málið að fyrir mér sko, að geta gefið þessu öllu tilgang, fattarðu? Öll þessi sorg, öll þessi sásöki, öll þessi sóun, allt þetta kjaftaði, að geta gefið þennan tilgang og þessi bók fyrir mér gefur þessi tilgang. Að ef hún ratar í hendurnar á einhverjum sem er í myrkrinu, sem ég var, að hann sjáu að það er leið út. Alveg sama hversu. Það var þess virði leiðin sem þú fórst. Já, þá var hann ekki til einskis. Það er málið. Herðu, Ívar, takk fyrir að koma hingað og segja okkur sögu þína. Já, takk fyrir að bjóða mér. Já, til hamingju með bókina. Takk hérlega. En ég ætla að sitja hérna áfram og það er bara næsti kafli í að reyna að skilja hana heim sem að við lifum í og okkur sjálf í leiðinni. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is